Vissuð þið að á skattframtölum fyrir árið 2022 þá setur ríkið inn launin ykkar fyrir árið 2022, skuldirnar ykkar fyrir árið 2022 og fasteignamat hússins fyrir árið 2023. Já, ég stoppaði svolítið þarna og ég hringdi í skattinn og ég hringdi í fasteignamatið til að athuga hverju sætti. Og svarið sem ég fékk var rosalega einfalt. Fasteignamat fyrir árið 2023 tekur gildi 31.12.2022 eða síðasta dag ársins 2022 sem við erum að díla með skattframtalið. Og þá getur margir spurt, skiptir þetta einhverju máli? Þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir þá sem fá vaxtabætur vegna þess að meðaleign hækkaði alveg svakalega í fasteignamati á milli ára, svona 10-15 milljónir og heimasíða skattsins kemur fram að þú átt nettóeign sem einstaklingur fyrir 12 milljónir og sem par 19,2 þá færðu ekki vaxtabætur. Jafnvel þó sett undir tekjumörkum. Þannig að mig langar að spyrja ykkur, finnst ykkur eðlilegt að miða við fasteignamat fyrir 23 á skattframtölinu 2022? Ég spyr, hvað finnst ykkur?